Kæru vinir, ég ákvað að taka eitt efni fyrir í kvöld. Það það efni sem að ég fræðist mest að öllu í dag. Og það efni Ísland. Ég ætla aðeins að segja ykkur pínlítið í sambandi við það sem var fyrirsögn mokkans í morgun. Að þetta sem að ske í þessari bílageymslu ekkert nýtt. Sonur minn lögmaður í þessari byggingu og þetta búið að vera lengi ástandið þarna niðri að stelpurnar sem við á skoðunni þær þora ekki niður einar. Þeir fá 2 eða 3 kallmenn með sér niður til að ná í bílana sinna. Og löggan að reyna að taka þetta niður en þetta bara staðið. Mér langar að byrja á því að segja ykkur smá söguð vegna þess að það skiptir máli upp á það sem ég ætla að segja á eftir. Árið 2005 vissi ég akkúrat ekki neitt Íslam. Ég hélt að það væri bara svona trúarbrögð og önnur trúarbrögð og bara alveg tóm í því. Sem ég ansi hræddur að margir Íslendingar séu enn í dag. 2005 þá fór ég á ráðstefnu í Ísrael. Og þar talaði maður á ráðstefnunni sem heillaði mig alveg upp úr skónum með sínu máli. Þessi maður hét Juliano Lercamis og þið vitið það stundum hittir maður fólk og það sem maður hefur tekta alla ævi. Við Juliano urðum afskaplega góðir vinir og ég lengdi dvöl mína í Ísrael til að fræðast af þessu manni. Hann var hálfur frá Ísrael og eins og sagði sjálfur hálfur Egypti vegna þess að Palestínumenn eru Jórdanir eða Egyptar. Pappa hans var Palestínumaður getur við sagt. Þessi maður var lærður leikari, rithöfundur og allt hans ævistarf fór í það að reyna að skapa frið þarna. Með heimildarmyndun og skóla fyrir börn, að bæði Palestínubörnum og Ísraelsbörnum sem aðalega gekk út að kenna tónlist og reyna að láta þau vera vinir, finna eitthvað sameiginlegt. Það gerði það með móður sinni sem hét Arna. Juliano varð alveg svakalega góður vinur minn og við vorum virkilega í sálufélagar. 2 árum seinna, meðan ég var í Ísrael þá fór hann með mig til Ramallah á Vesturbakkanum og kynnti mig til vini sínum sem var íman í moskunni í Ramallah og íman það sama og ég í kirkju, prestur. Þessi íman hugði á flótta frá Íslam og afskaplega viðkunnanlegur maður og hann var að undirbúa sinn flótta. 2007 hitti ég þá báða í París og eittum þar saman 2 vikum. Síðan hef ég ekki séð ímanninn, ég veit ekki hvaða nafn hann ber í dag, ég veit ekki hvað hann býr, en við erum alltaf af og til í sambandi og það var þetta merkilegt, hann hringdi mig í morgun. Og akkurat þegar ég að fara að tala þessa hugmyndafræði eins og hann kallar hana. Og við töluðum saman í nærri 2 tíma. Juliano, vinur minn, var myrtur 2011 á íslamista. Hann var með ástkonu og son sinn í fanginu sem betur fer skaðaðist barnið ekki og átti von á tvíburum. Ég hringdi í konur hans og hún alltaf að skipta nafn af því hún var svo hrædd að hún og börnin drepin. Þetta svona aðeins fyrir barn. En á þessum árum hef ég virkilega lagt mig fram við að kynna mér þessa hugmyndafræði. Stundum óspeði því ég hefði aldrei gert það. Af því að þetta erfitt. Og ég ætla að segja ykkur eitt að aldamótin 2000 þá var 500.000 múslima í Evrópu. Vitið hvað það núna? 50 milljónir. Það einhver að gera eitthvað. Aðlögun að vestrænu samfélagi krefst trúarafneitunar múslima. Og þeir sem fallast ekki á grunngildi vestrænnar menningar aðskilnað trúar og samfélagsþátttöku. Þetta vitum við að gengur aldrei. Það búið að gera ítarlegar rannsóknir á viðhorfum múslima og þær sýna að mikill meirihluti þeirra hlynntur sharíalögum sem þykja á Kóraninum og ritum sem kallað hadíður. Ég ætla að koma þessi ná sharíalögin betur eftir.
Sharia-lögin banna trúfrelsi og mæla fyrir dauðarefsingu fyrir trúskiptinga. Þess vegna hinn fyrrum ímann vinur minn í felum. Hann hefur ekki séð fjölskyldu sína síðan 2007. Það var að drepa hann. Sharia-lögin boða mikla fyrirlitningu, barnagiftingar og konur eru ekki annars máls undir þriðja flokks. Það er ekkert raunhæft við það að krefjast þess að múslimar afneiti trú sinni þegar þeir flytja til Vesturlanda. Það er í hægt. Hinum myndu bara kála þeim. Það var heimspekingur sem hét Slavoj Zizek, ég veit ekki hvort ég segja það rétt. Hann horfist í augu við sannleikann þegar hann segir: vestræn menning og múslima menning er ósamrýmanleg og múslimar verða að finna sér heimili í átthögum sínum. Sharia-lögin, það skjóta því inn í að það eru yfir 100 sharia-dómstólar í Bretlandi. Bretland er að falla. Það eru trúarlög sem þeir þýða frá vöggu til grafa allt, bókstaflega allt. Og þeir byggjast á lífsreglum Íslam eins og þeir koma fyrir í Kóraninum og ekki síður hadíðunum. Því að Kóranin er eingöngu 14–16% af því sem þeir fara eftir. Hadíðurnar er skelfilegur lestur. Orðið sharia á uppruna sinn í arabísku orðinu shariha sem þýðir siðferðileg og trúarleg lög byggð á spádómi. Og það er gjörsamlega ólíkt lögum settum af mönnum. Sharia-lögin þau snerta öll svið lífsins. Glæpi, stjórnmál, hjónaband, fjármál og allt þeirra ykkar líf. Það er talað kynmök, hreinlæti, matarhefðir, mannasiði, bænagerðir og föstu. Og í sögulegu samhengi er það sharia sem fyrst og fremst einkennir Íslam. Í þeirra huga eru sharia-lögin óskeikul orð frá Allah. Við höfum fengið hingað sendingar til okkar frá bræðralagi múslima, Hamas og ISIS. Bræðralag múslima er mjög stórt og það er dreift í 70 löndum og í mörgum löndum eru þau talin hryðjuverkasamtök en þeir lýsa sjálfum sér til friðsamlegir og lýðræðislegir. Slagorð bræðralags múslima hljóðar þannig: Allah er takmark okkar. Spámaður í Múhameð er leiðtogi okkar, sá sem kynntist þessari 6 ára sem ekki minnist á. Lögmál okkar er Kóraninn og hadíðurnar. Jihad er okkar leið, dauði fyrir Allah er okkar hæsta von. Sjáu hvað þetta er geggjað. Svo Íslamska ríkið, oftast kallað ISIS, það notaði sharia og notar sharia-löggjöf og sínu valdasvæði og það stóð fyrir stórtækum ofsóknum, ofbeldisverkum og kúgun. Hópar kristinna, jasíta og sía músliman voru ofsóttir og drepnir í fjöldamorðum. Þúsundir penna voru hirtar í þrældóm og seldar að þræla mörkuðum í þessar hljóða. Ólýsanleg ofbeldisverk hafa verið framin af vígamönnum Íslamska ríkisins. Sameinuðu þjóðirnar hafa sakað Íslamska ríkið stríðsglæpi og mannréttindabrot og Amnesty hefur talað þjóðernishreinsári á sögulegum skala. Sameinuðu þjóðirnar og fjöldi ríkja, eitt með segja Evrópusambandið, þið brennandi hús, hafa lýst samtökin hryðjuverkasamtök. Yfir 60 lönd hafa átt bein eða óbein í stríði við ISIS. Þeir hafa drepið mikið af vestrænu blaðamönnum, hjálparstarfsmönnum sem hafa verið að reyna að koma og færa fréttir og jafnvel til að hjálpa. Það er oft mikill misskilningur hvað er íslamisti og hvað er bókstafstrúarmaður í íslam. Ég ætla aðeins að koma inn á það. Íslamisti það er pólitískur arfgerðarsinni og hann á sér bara eitt markmið.
að innleiða klerkaveldi í sínu landi og nýta sér fullveldi þess og sjálfstæði til hins ýtrasta. Bæta má við að þegar fyrsta moskan byggð í ríki sem ekki undir Íslam, það talið íslamskt land og skal leggja áherslu á að leggja það alfarið undir Íslam. Og ég ætla að benda ykkur á það í leiðinni að ég held að séu 20 ár síðan vinur okkar Dagur E. Eggertsson gaf þeim lóð, eina bestu lóðina í Reykjavík. Það er ekkert farið að gera þar eins og ég sjáið, þóski sér betur þeir. En það í samþykktum borgarinnar að sé land ekki nýtt og byggja á því innan 2 ára þá að skila því eftir. Ég er búin að tala 5 borgarstjórar um þetta. Þeir fara allir í bara graut. Bókstafstrúarmaður í Íslam, það öfgasinnaður jihadíski, þátttakandi í hinum heilaga stríði. Hann trúi hvorki á fullveldi íslamskra ríkja né sjálfstæði. Hann lítur á þau sem lénsríki sem verður leyst upp til að mynda hið eina og sanna kalífa ríki. Bókstafstrúarmaðurinn trúir að eina og óumdeilanlega umma. Umma stórir hópar af íslamistum eða bókstafstrúarmönnum. Og það mikla samfélag múslima sem mun teygja sig frá Indónesíu til Marokkó og leggja undir sig Vesturlönd. Ef það tekst ekki að leggja undir sig Vesturlönd, þá á að leggja þau í auð. Þessi bræðralag múslima, þetta alþjóða samtök og þetta mest að skipti, ég ætla ekki að fara út í munin á þessum tveir, sunni og sítamúslimum, það skipti í raun og veru ekki svo miklu máli. En þau voru skopnuð af sunni Ísraelsmanni sem hét Al-Banna og yfirlýst markmið þessara samtaka í fyrsta lagi að drepa hvern einasta gyðing, koma á sharia-lögum í heiminum. Og í öðru lagi að sameina þá öll íslamsk lönd og ríki og frelsa þau utan vestrænum áhrifum. Bræðralagið starfa í ýmsum löndum sem lögmætar stjórnmálahreyfingar. En þau hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök í mörgum löndum. Árið 2016 og árið 2017 var lögð fram þingsályktun á bandaríska þinginu sem lýsir bræðralaginu og tengslahópum þess sem hryðjuverkasamtök. Í löndum þar sem meirihluti íbúa aðhyllist íslam sharia-lög í aðluta eða í heild, þau pínulítið misjöfn, þau aðeins skárri sum, það tekið sem löggjöf. Og það sem þetta algjört, það Arabía, Súdan, Íran, Írak, Afganistan, Pakistan, Brunei, Katar, Jemen og Mauritania. Og í löndunum þarna refsingar á borði athöfn, svituhöft og grýtingar, minnst að grýta konur, höggva handleggi og fótleggi á þjófum. Og það hefur verið deilt það sem mér finnst eiginlega dálítið merkilegt, hvort að sharia-lög samræmist veraldlegum lögum ekki. Það maður skil ekki. Það sem mörg ákvæði sharia-laga stangast á veraldlegar hugmyndir ríkisstjórnir, mannréttindi, hugsanafrelsi og kvenréttindi og réttindi fatlaðra. Ég get sagt ykkur eitt dæmi þegar að var farið inn í Írak og Saddam tekið niður, sem var náttúrulega harðstjóri og allt það, að þá var gistingaraldur kvenna 18 ára. Þegar Bandaríkjamenn og kó voru fannir, þá var færður niður í 8,9 ára. Þetta það sem býður ef við sportum ekki við. Það alveg á hreinu. Við erum 340.000 manns. Og svo einn sagði við mig, við tökum ykkur á náinu. Ég bjó lengi í Noregi, ég var prestur í Noregi.
og það voru gerðar nokkrar árásir á moskur þar í hverju einustu mosku. Hverju einustu. Ég vildi segja ykkur svo sögu þarna í byrjun Íbaninn, fyrrverandi vinn minn. Hann sendi mér minnisblað sem að ungir múslimskir karlmenn eru látnir hafa áður en þeir fara til Vesturlanda og náttúrulega til Íslands. Og 80% af þeim sem að koma eru ungir karlar. Þetta var langt og alltaf langt að lesa. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur nokkra punkta. Fyrsti punkturinn. Þið skuluð ætíð muna að íbúar þess lands sem þið komið til eru ykkur óæðri. 2. Ykkur verða útvegað verabréf. Fölsk. 3. Segið verulega sorglega sögum hagi ykkar og leiki fórnmálum. 4. Krefjist skilnings á ykkar ömurlegu aðstæðum. 5. Farið sem fyrst fram á fjölskyldusameiningu. Segir að fjölskyldan sé í hættu. 6. Það auðveldar ykkur mikið að fá langvistarleyfi ef þið eignist barn með konu í landinu. 7. Mikilvægt að stuðla að byggingu moskur því þá tilheyrir landið Íslam. 8. Gerið allt sem þið getið til að fjölga múslimum í landinu. Flytjið allar ykkar konur og börn til landsins. 9. Vinnið að því að koma á sjájarlögum. Og 10. Munið alltaf að þið eru sofandi hermenn og eru viðbúnir þegar kallið kemur. Við munum taka völdi. 11. Notið takkíja með öll tækifæri. Takkíja hugtak sem notað þeim finnst mjög gott að ljúga okkur, þessum kaffýrum sem við erum, óæðri verur, til hagsbóta fyrir ílda. Reyndar eru 4 lyfjategundir sem ég ætla ekki að fara að telja, en það er aldrei hægt að trúa þeim. Svo kemur innan 12. Þið skuluð lifa á peningum kaffýranna sem eru við og bannið konum ykkar að vinna vegna þeirra trúar. Og ég ætla að gera orð eins og þingmanns að mínum sem sagði daginn, það er ekkert annað en náttúruhamfarir sem við eigum að horfa á, og við eigum að horfa á það með þeim augum. Ég eiginlega þakklát Helga fyrir að tala utanríkisráðherra því ég fæ metti bertrúplanir yfir þannig. Hann losa mig þetta. Og sagði hann svo segja. Í lokin ætla ég að segja ykkur kynlitla sögu. Einu sinni var Guð þannig skapti að hann kallaði saman stóra hundahóp. Og hundar eru óhreinsi í Íslam. Svartir hundar eru djöflar. Mér þykir trúlegt að Múhameð hafi kettuð hundar. En hann kallaði það alla saman, sagði við þá, ég ætla að senda ykkur til jarðarinnar. Ég ætla að gera vænginn ykkar ósýnilega svo að mannfólki viti ekki að þið eruð englar. En þið eiga að fara til jarðarinnar og kenna þeim kærleik. Og við sem elskum hundar, við trúum þessu. Þá þakka ég ykkur innilega fyrir.